Strákar, það örugglega komið að nördalegasta þætti sem ég hef gert og mun nokkuð tíma að gera. Eitthvað nördalara, og ég meina það sem líka hrós, ég nörd sjálfur, eitthvað nördalara en Dungeons and Dragons. Við erum með teninga á borðinu, við erum með eitthvað 10 bækur leikum við erum með kalla sem búið að mála, við erum með, Davíð, hvað er þetta hérna? Þetta er hérna... Map? Nei. Ja, þetta er hérna DM Screen. DM Screen. Fyrir Dungeon Masterinn, sem sagt. Já, fyrir Dungeon Masterinn, við ætlum að fara nánar út í það, hvað það þýðir. Þessi þáttur verður svona óhefbundinn, af því við erum að fara að ræða D&D, lórið og spilið og svona, og kannski svolítið svona söguna bak við þetta ef þið þekki hana. Og svo þetta förum við þess í þessa nýjustu mynd, sem að fékk fína dóma, ekki alveg nógu góða sókn, fannst mér, með hversu vel heppnuð mér fannst vera. Já. Ég algjör rúkki í þessu, ég veit ekki neitt D&D. Svo munum kannski tala þessu gömlu myndir, ef við viljum, ef við nennum. Bjössi náttúrulega. Ég lagði það á mig að horfa á þarnar, þannig að eins gott að við verðum að tala þær. Ok, það flott. Þá tökum það pottþétt með í þessu spjalli. Bjössi, þú verður minn sérfræðingur þegar kemur að þeim myndum. Förum bara í stutta kynningu á ykkur. Það bara fínt að þið kynni ykkur aðeins. Bjössi hefur nú komið tímann áður, líka Siggi. Davíð nýr gestur, aldrei komið áður. Byrjum á þér, Bjössi. D&D, hvenær kynntist þú þessu? Hvernig kynntist þessu? Herðu, já, sko, ég var að fletta þessu upp, að því að ég þurfti svona að rifja upp dagsetningar. Það eru 1994. Þá eru tveir gaurar einhver rétt sem gefa út íslenskt hlutverkaspil. Sitt Askur Yggdrasil. Var svona eitt jólagjöfin hérna á sínum tíma. Og ég fekk þetta og þetta spiluðu við strákarnir, næstu ykkur einustu helgi í ykkur 2 ár. Þá frétti af einhverju öðru sem hét Dungeons and Dragons. 94? Já, einhver tíman hann frá 94 til 96. Til 96 þá fer ég í fermingarferðina mína til Bandaríkjanna, keypti þar svona starterkassa, Dungeons and Dragons. Það var með svona geisladisk, svo settur í ákveðnum tímabili og svona. Þar byrjaði þetta, sko. Til hvað land svo? Bandaríkjanna. Þar byrjaði því já, D&D. En sko, við áttum það lítið, mamma og það fátt ekki, sko, einstæða móðir, að ég fekk hann alltaf að kaupa player-sambúl handa mér, sko, og síðan fekk ég heldur Dungeon Master Guide, eitthvað mann ekki svona hvar. Svo átti ég ekki Monster Manual í árið eða eitthvað. Þannig að það voru bara 5 skrýmsli sem við vissum sem við þurftum að vinna út frá. Svo fekk ég hana eitthvað í ammælisgjöf frá vinn mínum eitthvað. Þá var komið með allt sem við þurftum að geta spilað. Það var svona, já, aðeins erfiðar heldur en galanda. Nei, heldur en í dag. Þannig að þú ert búin að spila síðan þá? Já. Hefur þið tekið þér eitthvað pásur, spilaðir ekki 2-3 ár, eða hefur þetta alltaf verið reglulegt til þér? Nei, ég datta þessu út, þeir sem eru með hérna, eru að horfa til vídeo og sjá hérna bækurnar sem liggja hérna framan, sem ná hérna frá vinstra megin First Edition AD&D, af þessu endurútgefið, og svo Second Edition Second Edition af Advanced Edition Dragons. Okay. Þetta er ógeðslega flókið. Third Edition, Fourth Edition og Fifth Edition. Milli Second Edition var svolítið iffy, en allavega ég tók svolítið hlé milli Second og Third. Og svo þegar Third Edition datt inn kringu 2000 að ég er bara, búin að vera að spila konstantli síðan þá. Þannig að allavega síðan 2000, þetta er 23 ár. Já. Ok, förum við til þín, Siggi. Ég er búin að þekka þig í mjög mörg ár. Já. Ég vissi ekki alveg að þú voru svona mikill D&D-gaur. Þú varst alltaf mjög spenntur fyrir að koma í þennan þá. Já, ég vissi bara, þú veist, þau sá þessa mynd og mér fannst það svo skemmtileg. Það var ég bara eitthvað, fuck maður, af því verður að vera með þátt, sko. Og ég hugsaði strax bara, ég verður að vera bjössa með mér. Og það ég er svona spilar, sko, sem að ég er svona frekar loose á reglum, en það var gott að vera með svona, bara svona vélan með sér, sko, í þessu, sko. Hvenær byrjaði þú í þessu? Hvað þú þekkja Bjössa lengi? Var það líka kringum? Nei, ég og Bjössi bara kynnust fyrir kannski svona 6 árum eða. Það er af því að Diðrik vinnur okkar sem hefur komið hérna og talað um Terminator. Snillingur. Hann sagði mig, heyrðu, ég er að spila með strákum hérna svona Star Wars roleplay. Er það ekki uppáhaldskerfið þitt? Ég jú. Já, heyrðu, á ekki spila hvort þú megin kíkja í eitt spil. Og svo er ég búin að spila með þeim vikulega síðan, held ég. Já, þú kynir Sigga þá í gegnum það. Já. En hópurinn minn, sko, sem hann er að tala þú veist, við byrjum að spila þegar ég er svona 14 ára, hvað er ég, þú veist, 94, já.
svo þetta er á svipum tíma og þá spilum við alltaf skilur einu sinni í viku, alltaf á föstudögum sem er geðið kúl líka þau 14 mjög cool. og basically höfum við eiginlega bara spilað vikulega síðan þá, nema þú veist það var alltaf einhver tekið pásur, maður hefur farið í nám erlendis og það einhver vinna og svo fólk eignast börn og alls konar svona stöf skilur þú veist, þá náttúrulega bara koma pásur en basically er búin að spila þetta eiginlega vikulega með sama hópnum sko, sömu kort 4-5 strákunir bara í allan tíma sko. Hver er mesti nördin af þessum hópi? Af þessum hópi, Bjössi sko. Fyrir utan, Bjössa. Ekki á Jónbjarni. Jón Bjarni, shoutout ef hann har hlustað á það. Shoutout á Jón. Ok, þannig þú ert búin að spila þetta heldur lengi. Já. Davíð, förum við til þín. Yes. Þú ert yngri en við þrír. Já, ég er að verða 23 á þessu ári. Þú eru 20... Fættur 2000. Þú fættur 2000. Þú fættist árið sem að Bjössi datt alveg hardcore í þetta. Já. Það var 2000. Þú sagði mér rétt fyrir þáttu, þú ert búin að spila í 3 ár. Hvernig kynntist þú D&D? Ég var á rúndinu með vinum mínum og fórum að pæli hvað við getum gert. Við vorum alltaf bara á rúndinum og við fórum að pæli hvað getum við gert meira en bara við rúndinum og hann bauð mér meðal annars í Dungeons & Dragons og ég bara, ok, hvað er það? Kastar teningum og getur hugsað þetta sem leiklist, bara með dregum og álfum og fleira rugli. Bara ok, ég er til í þetta, sign me up. Og hann býði mér inn í hópinn sinn og þá fætti aldrei boltinn að rúlla. Þannig að þú ert búin að spila þetta alveg hardcore í 3 ár? Svo var meðal annars í Keflavík, það sem ég er, og þá eru við með í félagsmiðstöðinni þar. Þá eru við með spilahóp og ég byrja að mæta þangað og byrja að vera með byrja að verða Dungeon Master og fleira. Já, þú ert að kenna D&D? Já. Ertu að kenna úlingum að spila? Já, 12 til 15 ára meðal annars. Ég er að það er aðeins smá svona down low núna þar sem að þetta eru svo fáir krakkar en við reynum alltaf að gera það besta úr því og ef það kom ekki krakkar þá spilum við bara sjálfur. Ok, geggjað. Förum aðeins í bara hvað er Dungeons & Dragons. Bjössi, þú er búin að vera lengst af strákunum, svona allavega eins og Siggi segði, þú ert líka mesta nördi kannski af ykkar vinópi. D&D, þú veist, hvað er þetta? Þetta er spil. Byrja þetta sem spil, byrja þetta sem bækur, þú veist, hvað er þetta? Hver er bakgrunnurinn í þessu? Þetta byrjar, rótin er sko Tindarspil og menn eru búin að spila frá sko í Þýskalandi það sé Kriegspiel sem að þeir fundu upp Þjóðverjarnir það svo varst með Tindata og þeir voru ráðast okkur aðra og kastaði einhvern teningu til að finna okkur hluti. Já, svona reglur baku þetta sko. Þú veist, það vindáttin er svona, hermenn mín fara svona og þú sér þetta í dag í Warhammer til dæmis sérstaklega. Það svona lifði af, var svona vinsælast af þessum Tindata-spilum. Er Warhammer, er það alveg eins og D&D? Nei, það er allt annað kerfi. Þá ertu með, þetta er töluvert meiri reikningur og svoleiðis og alls konar mínusar og það fer bara allt eftir í hvernig eru stiltir upp bara hvar þú, hvernig þú skýtur náungan og hvar byssan hittir og þú verður að kasta upp á toughness og strength og það verður að fara á móti hvort öðrum og fleira. Ok, ég spila Warhammer líka. Aðeins á flóknara. Það er svona eins og, þú veist... Með 2 heri, skilur, sem eru að berjast eða 3. Það er eiginlega bara eins og Starcraft, nema bara hægara. Þú veist, þetta er ímyndar að spila Starcraft á einhverju borði að færa einhverju hermenn með höndunum, sko. En, sem sagt, þetta á rætur í því og þeir voru mér minnir að þeir hafa verið á West Coast, frekar East Coast. Þá var svona community af spilurum og þú veist, á þessum tíma þá náttúrulega verða communityn svolítið til í kringum annarkvæmt brefaskriftir eða einhverja gamingbúðir. Já. Og ég man bara ekki borgina hvað það var Seattle eða hvað það voru. Það er svona community og það er gauður sem heitir Dave Arneson sem fær eitthvað reglusett í hendunum frá einhverju vini sínum sem fór í herinn og hann byrjar að möndlaðis með þetta reglusett og svona, ásamt vini sínum býr til svona concept af character class
og experience points, þannig að þú komst og mættir í session, þá veist experience, karakter með verið betri næst. En þeir voru svolítið ennþá bara í svona miniature pælingum. Það var ennþá í Tindóta dæminu. Já, þeir voru ekki í þessu svona, ég bard sem að syngur hérna eða leiklistar svona pælingunum. Og hann kynnist gaur sem heitir Gary Gygax, sem að svona business-oriented gaur sem var búin að reyna nokkru sinnum að setja í eitthvað business í gang sem feiluðu. Og þeir saman gefa út fyrst annarspil sem Chainmail, en svo gefa þeir út það sem að kallar OD&D, eða held ég Original Dungeons & Dragons eða eitthvað, sem bara svona pamflett. Það kostaði hókislega mikið og þetta settist upp á 0-1 hjá þeim. Og þá var Gygaxin bara eitthvað býtu nú við, sko. Við erum komið eitthvað hitt. Og þar byrjar hann og gefur út Dungeons & Dragons. Og þetta svona, þú veist, spurðist hægt og rólega út öll Bandaríkin. Þannig að þú veist, 1980 eitthvað, sko, þú sjáuð í Stranger Things, þá eru allir nördar í menntaskólum landsins að spila Dungeons & Dragons. Já, þannig að þetta þess að þú veist sem er Tindóta-spilin og þeir eru svona byrjað að þróa þetta, það er fyrir 80. Já, sko... Rétt fyrir 80, vendarlega. Fyrsta útgáfan af D&D kemur út 74. Já, þetta er alveg svona gamalt. Já. Það tekur svona tíma fyrir þetta, þú veist, að catcha on svona á eitthvað svona starri hlut, eða svona máta, sko. En ég meina, þú veist, bara íslenska orðið yfir þetta, þú veist, hlutverkarspil, það encompassar þetta svolítið mikið, sko. Þú veist, þú ert að setja þig í eitthvað hlutverk af einhverjum karakter sem þú ert að búa til og þessi karakter með einhverja ákveðna eiginleika sem eru settur upp fyrir D&D eru, þú veist, 6 hlutir, sko, sem það eru, þú veist, það er þarna strength, bara styrkurðin, dexterity, bara hversu fimur þú ert, constitution, hversu bara hraustur, já, akkurat, wisdom, intelligence og charisma sem síðan svona hversu fallegur þú ert og hittir svona gáfu statskilur. En þetta þá, eins og nú spila ég spila role-playing leiki, tölvuleiki. Já. Er það allt bara tekjurinn svolítið úr D&D? Það kemur úr þessari þróun, sko. Ef þú spilar eitthvað Baldur's Gate, þá er það bara þessi bókjafn. Já, ok. Já. Þannig að þeir svolítið starta þessu svona hlutverkadæmi og þú með svona stats, eitthvað dexterity og allt það dæmi. Forgotten Realms, sem er heimurinn sem þetta gerist í, og Faerun, sem er heimsálfan sem þetta gerist í þessu, það er það sem er í myndinni og það sem er bakvið til dæmis eins og Baldur's Gate leikina, sem eru þó kannski frægustu svona roleplay leikinir, þó að annað hafa komið undan þetta. Þetta Forgotten Realms, er það svona svipað eins og Westeros fyrir Game of Thrones? Já. Það er svona heimurinn? Já, Westeros, Faerun er kannski Westeros, en þetta er í Forgotten Realms heiminum eða svona... Það er svona heimurinn. Já, Forgotten Realms er kannski, þú veist, Game of Thrones, svona yfir heitið einhvern veginn. Getið það ekki verið svolítið? Já. Ok, fyrir maður að segja til þín, Davíð. Yes. Þú komst með kalla, það litla eins og Tindóta, sem hættir að mála. Það er þess að spyrja til það, hvernig virkar það þá? Segjum að ég var að fara að byrja að spila á D&D. Já. Þarf ég þá að kaupa með svona kall, skiptir það máli hvað kall þetta er? Nei, það vanlega þegar ég spila þá ef að enginn er með karaktera, það er miklu flottar að vera með karaktera, sko. Sinn eigin karakter? Já. Mæta flestir alveg svona D&D-spilarar, þeir með sinn karakter? Já, sko... Það menn sitt miniature, svona. Já. Það eru, sko, allan að því sem ég þekki og svona af minni kynslóð, þá eru margir með karaktera og eru að prófa sig áfram í að mála og svoleiðis. Og sumir sérhæfa sig að mála, sumir kaupa bara kalla og nota það, en ef enginn er með neina kalla eitthvað svoleiðis, þá er bara að nota einhverja teninga bara, já, þú veist, ok, þessi enemy, hann er bara númer 1. Þessi enemy, hann er bara, þú veist, teningur númer 2. Og þá bara... Er þá ekki alltaf svona, ekki alltaf eitthvað svona litli kallar? Nei, sko, í grunninn er þetta... Já, í grunninn er þetta, þú veist, þetta er ímyndunarspil, þú veist, að ímyndaði raunveruleikann, þú veist, með sögumann sem hann var að tala um á hann, sem er svona DM-inn, sem er svona stjórnarsögun og segja, og hinn eru spilararnir í þessari sögu. Svo þetta er meiri ímyndun, eins og fyrst þegar ég spilaði D&D fyrstu 10 árin, þá notaði ég aldrei nokkuð um miniature, sko. En síðan það kemur það inn kannski síðari útgáfum, svona sterkara, þá ertu að nota það aðalega þegar þú ert í combat. Þú veist, til þess að sjá fyrir þau betur, þú veist, reglurnar, út að, heyrðu, þessi gauður, hann getur fært sig 30 fet sem eru eitthvað 6 reytir eða eitthvað, og þú veist, og til þess að fatta upp á það og halda betur utan combatið.
það er það sem miniaturinnar gera. Þannig að þessar litli tindóttar eða þessi miniatures, það kom seinna inn. Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa á þessar fyrstu mínútur af þessum áskrifta þætti. En til þess að horfa á hann eða hlusta á hann í heild sinni, þá þurfa að fara á bioblaður.is og gerast áskrifundur. Endilega kíkja á þetta er bara 1.099 krónur á mánuði og ég að fara að dæla inn alls konar skemmtilegum áskriftaþáttum. Kíkja á bioblaður.is